umhverfis jörðina. Þeir ætluðu að ljúka því af á 80 dögum. Hér var komið sögu höfðu þeir keypt sér fíl. Á honum ætluðu þeir til Varanasi og þaðan áfram með lest. Hvað eigum við svo að gera við fílinn? Spurði Passepartout og klappaði henni risastóru skepnu vinalega. Já, við þegar við förum borð í lestina í Varanasi. Við seljum hann aftur, svaraði Herra Fogg. Eða viltu kannski taka hann með þér borð? Tréð meðfram veginum til Varanasi voru þakin skriðjurtum. Hvað langt til Varanasi? Spurði Passepartout syfjulega. Sennilega það bil 90 kílómetrar, svaraði Herra Fogg. Okkur dugar ekki dagurinn til, svo við verðum að finna okkur náttstað og við verðum að fara eldsnemma og fætur í fyrramálið ef við eigum að ná lestinni í Varanasi. Eftir 3 daga í síðasta lagi verðum að vera komnir til Kalkútta. Skyndilega heyrðist hálfkæft óp. Ég vona að þú hafir ekki gleymt að pakka niður tjaldhælunum, Passepartout, sagði Herra Fogg. Og heldur ekki píputóbakinu, Passepartout. Hvers vegna svarar ekki Passepartout? Bætti hann við og hækkaði röddina. Hann leit upp og sá að hvergi bólaði á Passepartout. Fíllinn þrammaði stjórnlaust áfram í skóginum. Passepartout, hvar ertu? Hrópaði Fogg og áfram þrammaði fíllinn. Það tók allan hans sannfæringarkraft að fá fylgdarmanninn til að snúa fílnum við og halda tilbaka. Eftir skamma stund sá Fogg hvar maður lá grafkyrr á stígnum. Það var Passepartout. Hamingjan hjálpi mér, hrópaði Fogg, stökk að baki og beygði sig yfir þjón sinn. Hvað gengur á? Hvar er ég? Muldraði Passepartout. Þú hvarfst skyndilega, sagði Herra Fogg og hjálpaði Passepartout á fætur. Líður þér betur? Mér líður alveg ágætlega, sagði Passepartout. Við skulum bara halda áfram, húsbóndi. Nei, það gerum við ekki, sagði Phileas Fogg. Við tjöldum hér svo við getum jafnað okkur eftir hræðsluna. Og sólin var sest, héldu þeir áfram að ræða áform sín að fara umhverfis jörðina á 80 dögum. Þeir félagar héldu áfram snemma næsta dag og voru staddir það bil 40 kílómetra frá Varanasi þegar 2 ritjulegir ræningjar kom út úr skóginum og vörnuðu þeim vegar. Nemið staðar, hrópaði annar þeirra. Á hvaða leið eru þið? Spurði hinn sem var greinilega fyrirliðinn. Til Varanasi, svaraði Herra Fogg stuttur í spuna. Passepartout néri augun og starði á stigamennina. Afhendið mér alla peningan ykkar, öskraði fyrirliðinn. Annars fer illa fyrir ykkur. Við eigum enga peninga, svaraði Fogg kuldalega. Enga peninga, sagði fyrirliðinn og hló. Félagi hans fór líka að hlæja. Ég trú ykkur ekki. Þið lítið út fyrir að vera talsvert ríkir. Hann sneri sér að hinum ræningjanum og skipaði honum að leita á ferðalöngunum. Ræninginn leitaði nú árangurslaust á þeim báðum. Hann leitaði í öllu dótinu þeirra. Það rétt, þeir ekki með neina peninga á sér, sagði hann reiður. Þeir hljóta að vera einhver staðar með peninga, hrópaði félagi hans. Við skulum leita betur á þeim, kannski hafa þeir saumað peningana inn í jakkafóðrið. Nú misti Passepartout móðinn. Hann vissi að peningarnir voru saumaðir inn í jakkafóðrið og ræningjarnir myndu fljótt geta sér þess til þeir heyrðu skrjáfið í seðlunum. Skyndilega kom Passepartout auga á vespurhreiður fyrir ofan þá. Passepartout hrifsaði til sín teppi sem lá á jörðinni og henti því af öllum kröftum í vespurhreiðrið. Og það datt niður. Passepartout og Fogg flýttu sér að grípa annað teppi og vefja því utan sig. Vespurnar flugu út úr hreiðrinu, suðuðu reiðilega og réðust á stigamennina. Fyrirliði ræningjana fleygði sér á bak hrossi sínu, bölvandi og ragnandi, svo lagði hann á flótta á harða stökki. Vespurnar stungu hinn ræningjan svo óþyrmilega að hann lagði líka á flótta, veinandi og emjandi. Vespurnar farnar? Spurði Passepartout óttasleginn.
Já, þær eru farnar allar með tölu og ræningjarnir líka, svaraði Fogg. Og nú veljum við aðra leið. Hún er dálítið lengri en stígurinn til Varanasi en hún fyrir okkur því að þurfa að hitta ræningjana aftur. Þú stóðst þig frábærlega vel, Passepartout, sagði Fogg. Ég hafði heppnina með mér, sagði Passepartout. Ef mér hefði ekki tekist að miða rétt, hefði hreiðrið dottið ofan á hausinn á þér. Leiðin gegnum þéttan frumskóginn versnaði nú til muna. Risastórir burknar og vafningsjurtir gerðu þeim erfitt vik. Og það kom að því að þeir komust ekki lengra. Risastórt tré hafði fallið fyrir troðninginn og varnaði þeim vegar. Við getum ekki verið svo langt frá Varanasi, sagði Phileas Fogg og dró fram landabréfið sitt. Við hefðum átt að fara beinu leiðina, sagði Passepartout. Nú erum við meira að segja villtir og þá verðum við fyrir enn frekari töfum. Fylgdarmaðurinn tók landabréfið af herra Fogg og skoðaði það vandlega. Svo benti hann ákveðinn á depil á kortinu. Ég er viss að við erum ekki á þessum stað, sagði Passepartout og brosti. Hann snýr kortinu meira að segja öfugt, hann er greinilega ólæs. Fylgdarmaðurinn klifraði móðgaður upp í tré. En þegar fíllinn reyndi að ryðja sér braut gegnum runnana, skaust fram höggormur með hvissandi hljóði. Svo ruggaði hann sér fram og aftur beint fyrir framan ferðalangan og hafði ekki augun af þeim. Hreyfið ykkur ekki, hrópaði fylgdarmaður þeirra og þeir stóðu alveg grafkyrrir. Og brátt missti höggormurinn allan áhuga á þeim. Nú notaði fíllinn tækifærið til að þrífa höggorminn með rananum, svo þeytti hann honum lengst inn í runna. Passepartout varpaði öndinni léttar og Phileas Fogg strauk svitann af enninu. Þarna skall hurðnari hælum og við eigum björgun okkar þessum risavaxna víni okkar að þakka, sagði hann. Passepartout horfði á eftir höggorminum og sagði svo: Þetta ævintýri gleymist mér seint. Það á áreiðanlega eftir að ásækja mig í draumum mínum næstu daga. Fylgdarmaðurinn kom nú niður úr tréinu og benti þeim ákaft að halda í vissa átt. Svo héldu þeir áfram á fílnum og brátt tók að birta til í skóginum. Innan skams voru þeir komnir á greiðfæran stíg leiddi þá á vit nýrra ævintýra.